Við erum komin í Laxá í Kjós, fljúum niður eftir ánni og þeirri á íslenskri sem sló öll með sumarið 1988. 3850 laxar komu hér á land og við fylgjumst með nokkrum veiðimönnum sem áttu sinn þátt í því að koma ánni þetta hátt í sumar. Þar á meðal Þórarni Sigþórsinni, tannlækni, sem ætla líka að leiða okkur helstu veiðistaði Laxár í Kjós og leiða okkur líka aðeins sportið sjálft, laxveiðina og spennuna. Við byrjum hér neðst á neðsta veiðisvæðinu eða í Sjávarfossum. Fylgjumst þar með tilburðum Þórarins. Þar sem hann kom einn dag rétt fyrir miðjan júlí, gerði sér lítið fyrir enda mjög hagvanur á þessum stöðum og í þessari á, eins og reynda fleirum, og snaraði 9 laxum á land á skömmum tíma. Þórarinn, þegar þú ferð þarna út í, ertu búin að ákveða nákvæmlega hvar þú ætlar athuga vatnið svona mikið í ánni? Þú þekkir hana það vel að þú ferð akkúrat ánga og byrja? Já, ég þekki þetta svæði mjög vel og þarna smá strengur fyrir neðan klöppina sem við sjáum í bakgrunum. Það yfirleitt, hann stoppar þarna við, dokar þarna við á göngunni, laxinn. Þangað ætlaðir þú svona ákveða? Þangað ætlaði ég, já, einmitt. Þetta er líka ákvarðað þægilegu löndunarstaður þarna þessi klöpp. Gott að geyma fiskinn þarna. Eru þið veiddur á flugu eitthvað? Ég held að hafi bara varla verið veiddur lax á flugu fyrir neðan brú. Þetta eru góðir maðkastæðir, handónýtur flugustæðir. Hvað margir svona strengir þarna eða sem að? Það er í sjálfu sér alveg óteljandi. Þetta fer allt eftir vatni í ánni. Þú átt þína uppáhalds? Já, ég á mínu uppáhaldsstæði. Já, í þessu vatni jú, þá er þessi strengur sem ég er að veiða þarna. Við sjáum þarna rétt við hægri öxlina á mér. Það er annar strengur sem gefur oft fisk. Strax komið fisk þarna. Sástu hann? Nei, ég sá hann ekki. Ég þorði ekki að fara það nálægt. Það sést alveg hvar hann hefur tekið. Hann er ekki búinn að hreyfa sig úr stað. Það verður að fara mjög varlega, þarna við náðunum sem sagt út úr bunkanum. Það hefur verið þarna kannski 10-12 fiskar, allt í allt. Á þess að verði þetta? Já. Hann má ekki vera sérstaklega göngufiskurinn, hann er mjög viðkvæmur, hann má ekki vera fyrir minnstu stig, þá heitir hann að taka. Þú færir hann rólega út til að vera? Já. Síðan má hann til að fyrir því? Já, þetta er ekki neginn átök, hann dólar þetta þarna rétt undan straumum og rúlar þarna upp á klöppuna. Þú sér það, þetta er engin átök við þetta. Þetta er mjög mjúk stöng sem ég með, hún bognar á all. Hvað er þið lengi? Nú er það nýgengin fiskur. Já. Hvað eru þið lengi í þessum bunka? Þú segir kannski 10-12 fiskar. Hann getur stoppað þarna í 5 mínútur, 10 mínútur, 1-2 klukkutíma. Það er erfitt að segja, svo þetta er ekki einhverjum alveg sett strik upp áfram. Það er neðsti veiðistaðurinn Laxár í Kjós, það er Sjávarfossinn og Höklarnir þar fyrir ofan.
Og þetta náttúrulega sérstaklega skemmtilegu veiðistöðar að því leyti og þarna alltaf að glíma við nýgengin fisk. Hann gengur þarna upp á kannski örfá mínútum úr sjónum og það yfirleitt þannig til að hann gengur upp á háflæðinu og lætur síðan falla undan sér og gengur þá áfram upp í ána. Þarna ertu í sama strengnum? Já. Við höfum nú verið að gefa þessum pittum þarna eða smástrengjum nafnagamn okkar, menn sem hefur veitt hann að lengi við. Kallum þetta harðastreng. Þetta er nokkuð strengþungt þarna. Þarna að pikka á svona upp, þó en sumum er ekki mikið um þetta gefið þennan veiðskap. Já, það er húk, tala húk en vilja sjá svona meiri, hvað ég segja, meira sport. Já, það er náttúrulega hver sín aðferðir þetta, en þetta er náttúrulega á ekki stílt við húk, það er allt annað handleikur og á ekki stílt við veiðskap. Og höklarnir eru dálítið erfiður veiðistæður fyrir þess að þetta er leirborið, mikið klappir, hálar og erfitt að fóta síðan og það þurfa að fara varlega og það tekur síðan ekkert við að menn missa fótina þá tekur ekkert við með sjórinn og það er betra að fara verðlega gát. Þóra, en þegar maður fylgist þarna með þér í Sjávarfossi þarna á þessum myndum þá er greinilegt að það er gífurlega innbeitni þarna. Þú ert eiginlega minnir á bara, hvað að segja, veiðidýr eða rándýr. Hvað ert að hugsa? Ég er að veiða. Gagntekin. Gagntekin að veiðiskap. Það kemst ekkert annað að. Akkur árangurinn þessu að þú bara setur þig inn í eitthvað ákveðið hugarástand? Ég segi það nú ekki endilega. Þetta eru mörg atriði sem að koma þarna til. Þú þarft að þekkja ána vel og þú þarft að byrja sem sagt alveg. Þú þarft að byrja á réttum enda. Þú þarft að kunna að fara með veiðarfærin. Gera hlutina rétt. Hvað er stærsti lag sem þú fengið þarna niður frá? Ég hef fengið þarna 18 punda fisk. Aldrei fengið stærri lags þarna. En ég fengið þó nokkra 10, 12 og 14 punda fiska. Þetta er fyrst og fremst göngustæður þarna. Þú veiðir laxinn þarna í göngunni og þá yfirleitt fyrirpart sumars. Þetta er ákveðlega erfiður veiðistæður að veiða hvað þetta er hart, erfitt að fóta sig þarna. Og í miklu vatni þá getur þetta verið alltaf því lífshættulegt að vera að príla þarna rétt fyrir ofan. Ég er rétt, þar sem áin beljar út í sjó. Og ég var einmitt að veiða þarna með Norðmanni fyrir nokkrum árum síðan, fullorðnum manni, og þá fengum við 8 eða 9 stórlaxa í beit. Allir þetta svona 10-12 punda. Og það var leið og hver lax tók þá sneri hann sig við og þau beint út í sjó. Og þetta var eltingaleikur upp á líf og dauða fyrir báða.
Þarna frekar hvað, lítið vatn í ánni? Já, hún frekar vatnslítil. Það þessi myndið tekið. En þarna sem sagt, getur verið stórhættulegt að... Já, í beljandi vatni. Og klappirnar eru leirbornar. Þetta fljúgandi halt. Og ég með þarna fílt á skónum og þetta eins og maður sé stættur á svelli. Og þarna ágætis geymslupláss fyrir fisk, smá hellisskúti. Snýr þá ekki sólin á hana með það. Já, og þú segir þetta gott þegar skútin fullur. Og já, það sakar ekki. Níu laxar. Laxinn var stór í sumar, eða hvað? Nei, hann var nú með minnsta móti í Kjósinni. Ég nú ekki alveg viss hvað meðalþungin var, en ég held þannig eins og þetta fullar að meðalvíkt hafi verið með minnsta móti síðastliðið sumar. En það veittust nokkrir 20 punda fiskarðar þó. Og þarna sjáum við Jón Ólafsson í skífunni og Ólaf Veiðiverð, Ólaf Ólafsson. Það hans vígalegir báðir. Þeir eru hérna á svipuðum slóðum? Já, rétt ofar. Ég held að Óli hefði séð einn hann er búinn að taka hjá Jóni. Nú Jón kannski dæmi veiðimann sem að þekkir ána ekki. Já, þá hefur veiðivörðurinn gildi. Já, jú. Já. Ég held að hann hef ekki veitt þarna fyrir henni í sumar. Jón. Ég fekk mikinn áhuga. Ólafur þekkir ána eins og fingurinn á sér. En maður þekkir ekki ána og kemur að svona svæði. Hverju leitar maður að? Það mjög hæpið að þú getur veitt höklan á þess að þekkja það. Þeir eru það viðkvæmir, þú ert komin á nálægt fiskinum og hann búinn að stykkjast að hann átt möguleika á því að renna á hann. Þetta eru þó nokkrar smá skorur og strengir sem hann heldur sig í. Og göngufiskurinn svo viðkvæmur, þá maður búist ekkert nálægt á hann koma svo hann stykkist ekki. Og þá það gamla sagan að hann tekur ekki ef hann stígst. Leið hann hefur orðið var við þig, þá tekur hann ekki eftir. Þannig að það gildir á svona stöðum að þekkja þá og vita hvað maður að gera og koma að honum óvörum. Já, fara varlega. Fara mjög varlega. Næstu veiðistæðar þar fyrir ofan, þetta eru smá strengir hérna fyrir neðan brúna sem geta gefið vel snemmsumars og laxinn tekur það eins og hann taki síðan stefnuna með norðanlandinu og undir það eru svona smá glufur, klapparglufur undir brúnni sem sagt norðurbilinu. Hann gengur mikið upp þar og stöðvast þar stundum í göng og veiðist oft ágætlega þar. Í sambandi við að koma að laxinum, koma honum á óvörum og styggja hann ekki. Hvað það sem að styggir hann mest? Nú sér hann ekki þarna upp, það að koma ofan á honum eða hvaða hlutir eru það sem hafa áhrif? Það eru snöggar hreyfingar. Það finnst mér styggja hann mest. Ef þú fer gætir á hann og þetta eins og umgangast búfénað í haga, ef þú fer ógætilega hestund, þú getur styggt þá með slíkum tilburðum. Þú verður að fara bara varlega og hreyfa þig rólega. Mér er hræddur að Jón fá ekki fleiri fiska þarna. Hann er búinn að sitja í einn ofan á brúnni.
Það þýðir að lætunum er það mikil. Já, en reyndar var aðeins einn fiskur þarna. Ef þeir hefur verið fleiri, þeir hefur verið rotið út í veður og vind. En er þá hægt að veiða þetta, já, þarna, næstu í fallið þarna í? Jú. Þetta eru harðir strengir þarna sem menn verða að fara að gæta. Þetta að veiða þarna brúni, er hægt að gera það þá án þess að segjum að þeir hefðu verið fleiri, án þess að styggja þá? Já, það hefði verið hægt kannski og það væri mjög gætilega, verið á 4 fótum þarna upp á brúni og lempað fiskinn síðan frá hinum. Já, en jafnvel þessi hlaupastað að það? Já, það var nóg til að, hefði verið nóg til að styggja þá sem fyrir voru þarna, eftir voru. Það getur verið erfitt að landa fiski þarna því hann rýkur strax undir Norðurlandið eins og við sjáum. Og Jón er nú að bíða eftir afleitingum á hana brúni. Þú sér það, margar hendur á lofti allir að segja til. Alltaf margir að segja til, já. Jú. Og svo á laxinn það til að þjóta niður alla hekla út í sjó. Já, oft lenti því, sérstaklega þá með stórfisk. Þá komin í klukkutíma viðregn? Nei, hann er ekki einum nokkrar mínútur að fara hann í sjávarfoss. Það er bara spurningin hvort þú nógu fljótur að hlaupa eftir honum. Já, hvort það. Og ef þú ert ekki fljótur, hvort það. Þá slítur. Hvort þú ert með línu við hann. Já, það heldur engin við fisk undan svona straumi ef hann hefur áhuga á því að sleppa. Ég held hann hafi farið bak við stein þarna. Jón hafi verið að losa línuna frá steininu. Jóli var kominn þarna á eftir honum að aðstoða með þyrti. Hversu mismunandi eru laxar á svipari stærð? Hversu mikil einstaklingsmunur er á laxum? Sko, laxar eru geysilega missterkir og það gildir þar alveg sami svo með mannsleiknuna. Ég man til dæmis einhver sterkasti lax sem ég hef glímt við. Ég minnir hann hefði verið 21 pund. Við vorum tveir að glíma við hann á 4. tíma og þá var ég nýbúinn að landa laxi á 24 punda laxi á, ég held að það tekið mig 15-17 mínútur. Þetta var geysilegur sprettur sem við tók að Já. Þetta var mikill kraftur í þessum fiski. Því að Jón hefur tekið dálítið stíft á honum og þá verður fiskurinn ólmari. Þú getur bókstaflega leitt hann eins og hest ef þú fær nógu varlega. Það er nú svo það er æfing eins og hvað annað við veiðskapinn. Já, og einhver sans líka. Já, þú þarft að hafa alveg tilfinningu fyrir því sem þú ert að gera í þessu sem öðru. Ef þú átt að ná einhverjum árangri. Ég var búinn að sjá þarna lax í norðurbilinu
Bolli Kristinsson sem einn af leigutökum Laxár í Kjós, hann ætlaði að koma með mér og renna þennan fisk. Þarna Stefán Guðjónsson og þarna við að fara út á brúarstöpunum við Bolli. Hvers vegna var áin svona góð í sumar? Ég held að hefði nú gert töluverðan gæfumun að það var breytt aðeins til með útleigu þannig að það var skipst mikið á að veiða maðk og flugu. Og þá veiddist mjög vel á hvort tveggja. Það var gamla sagan þegar búið að nota sama veiðarfærið eða veiðitækið lengi og breytt byrjar fiskurinn alltaf að taka vel fyrst og eftir og það átti bæði við maðkinn og fluguna. Það virtist óvenju vel einmitt á fluguna í sumar þetta. Ég held að það hafi gert mikinn gæfumun. Ég held að það hafi ekkert verið mikið meiri fiskur í ánni heldur en var á toppárunum 76-78. Það er tæknin hér eins og ekki víða annars staðar sem að skipti máli þá. Já, og skipulag. Er flugan að sækja á alltaf? Ég segi það nú ekki. Ég held að það sé ósköp svipað og verið hefur. Menn eru kannski orðnir jafn vígari á flugu og maðk heldur en var. Það hefur verið gerðið góðir hlutur í því að kenna mönnum að kasta flugunni. Það er margir hræddir við að byrja á því að kasta því. Það er nú aðalkomstinn, það er að ná valdi yfir veiðistöng og línu. Ná þessari kasttækni sem er nauðsynlegt til að geta veitt á flugu. Og er í raun og veru sáralítill vandi. Það er bara að læra þetta, geta þetta. Og þarna náður í þennan sem það alltaf? Jú. Og leiddir hann svona eins og hest? Jú, einmitt fram fyrir stólpan. Hann fór þetta eins og var beðið. Og svo er bara komin í land. Það snöggt dykk var þarna fyrir neðan, svo þetta er eins og smá steinbryggja í land sem að verður að feta sig eftir. Því betra að fara varlega. Og þarna rauk hann upp aftur. Og ykkur lags lítur að hafa vafið nokkra hringi í kringum stólpan þarna fyrir einhverjum? Já. Það er sérstaklega mennir að veiða hyljina fyrir ofan brú. Þá leitar hann oft þarna niður og menn eru þá ekki oft nógu snöggir að fylgja honum eftir. Stefán Guðjónsson landaði þessum sporthóll þennan fisk. Og svo upp fyrir brú. Þar taka við pallar sem að laxinn stöðvast oft töluvert á og menn hafa veitt sömuleiðis vel. Nú þar fyrir ofan þessir klassísku veiðistöðir sem að flestir þekkja nú eins og Norðurkvísli, Norðurfossinn, norðanmegin sem er feikn góður veiðistöður en vandveittur og oft erfitt að veiða, sérstaklega í miklu vatni. Menn þurfa þá helst að vaða út í miðja á til að komast að þessu sveiði. Og það er sömuleiðis erfitt upp á það að gera skilja þá ekki. Annar góðan veiðistað er Lækjarbreiðuna sem er mikið stunduð, er sunnan við bakkann
við Suðurbakka. Nú Lækjarbreiða, þetta þarna smá breiðu bleðill fyrir neðan Kvíslarfossinn sem allir eða flestir veiðimenn kannast nú við sem veitt þarna á borð. Sem sömuleiðis mjög góður veiðistæður. En þarna stöðvast lax mikið í göng, einmitt á þessum svæðum Norðurfossinum, á þessum töllum þarna á milli og Lækjarbreiðum og ég tala um í Kvíslarfossinum. Jón Ólafsson afturmættur. Já, og Óli veiðiverður. Þarna eru þeir að renna á Lækjarbreiðuna. Þú komið stóna fisk á hann. Já, þetta var ansi fallegur fiskur. Ég man einn morgun fyrir cirka 10 árum síðan þá fengum við Stefán Guðjónsson feikna morgunveiði góða þarna á Lækjarbreiðunni. Það voru, mér minnir að við veitt þarna 12 eða 14 væna laxa. Stendur þarna rétt þá fyrir ofan brotið? Já, rétt undir Kvíslarfossinu, rétt fyrir neðan Kvíslarfossinu. Til að ná góðu rennslýr á Lækjarbreiðunni. Tekur hann þá mjög fljótlega á breiðunni eða þarf það að renna neðarlega? Já, þetta nú svona 2-3 punktar á breiðunni sem hann tekur. Það ýmist hæðst upp í frissin undir litlum steini þar eða svona í smá rennum tveim sem eru rétt þarna neðar. Einmitt þar sem myndin var að sína okkur nú. Í á sem þú þekkir ekki, er hægt að segjum þú þekkir vel til laxveiða og háttalaxins hvað hann svona í öðrum ám tekur. Ertu fljótur að sjá út á líklega veiðistæði? Já, það nokkuð fljótur að því. Og það aðalega að finna veiðistaðinn sjálfan í ánni en eftir að þú ert komin, sem sagt. Á bakkan þá bjargar þér vel ef þú ert sæmilega vanur veiðimaður. Þú sér það á straumnum, dýpinu, hvar laxinn kemur til með að halda sig og hvar hann tekur best. Nú getur verið töluvert laxamagn í hyl og það ekki fyrir maður kannski örfáir sem taka og þú átt að geta fundið út úr því sem góður veiðimaður. Hvað þetta 15 punda fiskur? Nei, ég held að hann hafi nú ekki verið nema svona 9-10 pund. Það var síðan ég verið í veiði, en það reyndar ekki nema eitt vetur og það er náttúrulega þess að maður missir. Það er líka erfiðar átt að segja á þessu á mynd. Og þarna er ég að veiða í smá hólu undir Skáfossinu. Það verður svona að teygja sig yfir smá klöpp þarna ef þú fer út á klöppina þá sér hann strax. Óli er að telja lísnar á laxinum í gengnum. Það er Bolli Kristjánsson að veiða Kvíslarfossinu. Hvað finnst þér skemmtilegast í veiðistæðinu? Laxveiðikjós? Það er nú erfitt að svara því.
mjög margir veiðistæðir hver öðrum skemmtilegri. Það má segja að áin sé full af góðum veiðistæðum. Alveg frá Sjávarfossi upp í Þórufoss. En hún mjög fjölbreytt áin sem gefur henni mikinn sjarma. Sannkölluð paradís stangveiðimannsins. Fallegur fiskur sem fallegur fengið hann. 7-8 punda fiskur. Og þarna sjáum við norðurkvísluna. Á svona stað, hvað getur hann verið í stórum torfum þarna? Það getur verið óhemju fiskimagn þarna í meira vatni. Það þarf meira vatni svo fiskurinn haldist vel í norðurfossinu. Þá getur verið þarna tugir, jafnvel hundruðir fiskar. Þá þarf eiginlega vatnið að vera það mikið af vatni yfir steinunum sem við sjáum þarna fyrir neðan Kvíslafoss. Þá er líka mikið erfiðara að veiða þennan veiðistað, það er svo erfitt að komast þarna út. Og sömuleiðis búst þar ekki blettur að geta landa fyrst til. Þá fer þetta að vera líka bara átt við ána sjálfa. Og já. Það verður þá að fikra sig með það bara í land. Það er ekkert annað að ræða. Það er bara illa við að fara margar ferðir þarna út. Því að það er alltaf viss hætta á að styggja á leiðinni, þá sérstaklega lækjabreiðinu. Já, þú vildi náttúrulega hafa einhvers konar færslusystem. Nei, alls ekki. Það má ekki. Já, nei, það má ekki vera. Það þarf að fá að leysa þetta sjálfur á allra tækninina. Það var bara að finna veiðistöng. Þarna Árni Baldursson að veiða Kvíslarfossinn. Þarna á þessu svæði, við tökum alveg frá sjó og þarna upp að, Kvíslarfossi, þetta næsta svæði. Hvað eru margar stangir hérna? Sko það er nú ekki nema ein stöng frá Kvíslafossi niður að Brú. Síðan er svæði frá Brú og niður í Sjávarfoss. Það er frjálst svæði fyrir allar stengurnar neðan Laxfoss, 5 stangir. Þú hefur sem sagt frjálst val ef þú vart að veiða fyrir neðan Laxfoss að fara niður fyrir Brú. Og menn nota það misjafnlega mikið. Það er tiltölulega fáir menn sem þekkja heklana það vel að þeir geti veitt á með árangri. Nú fyrir ofan Kvíslafossum taka við Skáfossarnir sem eru rennur sem sagt í bergið frá og vísa svona skáhalt niður ána frá norðri og Skáfossarnir það má skipta þeim í sjálfu sér í þrennt. Suður fossin sem er nú aðal veiðistæðurinn og miðfossarnir þar á milli og
og síðan norður eða Nyrstufossin. Þetta allt góðir veiðistæðir í Laxá. En þessi veiðistæðir, þetta mest markastaðir. Utan í Kvíslarfossinum og jafnvel á Lækjarbreiðunni, það er oft veitt á flugu þar. Skáfossarnir, þeir eru aðalega veittir á mark. En þá taka við strengirnir þar fyrir ofan og þeir hafa nú verið stundaðir sem sagt meira með flugu seinni ár. En þetta eru harðir straumstrengir sem það minnkar, má segja, straumurinn svona neðst í þeim og þar er ágætur blettur til fluguveiðar. Hann reynir alltaf að strika niður eftir. Já, og sérstaklega ef hann er nýgenginn, þá leitar hann í sjóinn aftur. Þessi breiða þarna, þetta? Já, þetta er neðsti staðurinn í strengjunum. Einmitt sá staður þá sem er hægt að veiða á flugu þarna. Hitt eru eingöngu markastaðir. Og við sjáum þarna hvar áin hverfur ofan í Norðurfossinn. Norðurkvíslinni þar fyrir neðan. Menn missa hann kannski þetta niður fyrir? Já. Nú sérstaklega menn er að veiða sunnanmegin, þá leitar hann ofan í Kvíslafoss. Það er mjög algengt að menn þurfi að elta fisk úr Skáfossunum niður í Kvíslafoss. Og það er ansi strembin leið. Þetta eru þó nokkuð háir klettar þarna á milli sem að þarf að krækja fyrir. Mikil hætta á að festa línuna. Við sjáum að þarna þennan daginn eru þeir allir með maðk, en hvernig veiðir maður þetta á flugu, þetta svæði? Nú það eru þarna nokkrir eða fáir staðir, það er Lækjarbreiðan, Kvíslarfossinn og neðsti staðurinn í strengjunum sem er ágætir flugustæðir. En þetta eru fyrst og fremst markastaðir hérna alveg upp í Laxfoss. Annars er breiðan fyrir neðan Laxfoss, hún er veit mikið á flugu. Það eru vatnesistur. Já. Alltaf treyf við landið og kom alltaf hvað á hverju sumri líka í Laxá? Já, ég held að það er veiðið þarna árvist hvert sumar, stundum tvisvar, þrisvar sinnum. Það hafa sennilega fengið þarna lax upp í Laxfossi og hann er að leitar þarna niður strengina. Geysileg fjölbreytni á stuttu svæði þarna. Já, þetta er bókstaflega veiðistaður við veiðistað. Það er hvergi dauður punktur í ánni. Kvenfólk í Laxi, því er alltaf að fjölga? Já, ég held það. En þó er þetta nú yfirknæfandi karlmenn sem stunda þetta. En þá minnsta kosti.
Það greinilega áhugi í veiðiskapnum þarna. Já, það eru víst ansi lúknar og áhugasamar systurnar. Og svo er það skemmtilegu staði fyrir ofan Skáfossana, fyrir ofan strengina. Fyrir ofan strengina, þar er einmitt einhver þekktasti veiðistafurinn í Laxá í Kjós, Holan. Og hún er ákaflega vandveidd og menn diskutera sín á milli hvort þeir kynnu á holuna. Þetta er ekki með blettur sem er svona, ætlum sé ekki svona 3x10, þetta segir mér það á stærð, það er ekki stærri. En ákaflega vandveidd, hann liggur þarna, laxinn liggur mjög neðarlega, rétt fyrir neðan smá klapparbrot og það þarf að renna, þetta er yfirleitt veitt á maðk, það þarf að renna mjög nákvæmlega til að hitta vel á hann þarna. Þetta er alls konar straumhreyfingar sem gera mönnum erfitt fyrir. Það er heilt stúdíum bara að renna á þennan litla veiðistað, eina litla veiðistað. Stefán Guðjónsson að kíkja í holuna, þetta hvort að sjá eitthvað. Sést vel í hana? Já, það með því að fara eins og Stefán gerir þarna, þá er vel hægt að sjá hvort er fiskur. Þessi veiðistæður er kannski mælikvarði á það hvað menn eru, hvað þeir þekkja ána vel. Ég segi það nú kannski ekki, þetta er svona tæknivandamál að veiða holuna. Jú, það þarf náttúrulega að þekkja út og inn. Ég færi það nú, er það ekki var eða hvað? Í fyrsta skipti? Ekki gott að segja, þú gætir orðið heppinn. Og fyrir ofan holuna þá tekur við fossbreiðin. Og já, hún hefur nú verið með lélegra móti seinni ár, það borist töluvert möl í hana. En þetta var, og reyndar er mjög góður og þekktur veiðistæður. Og veiðanleg bæði sem sagt á maðk og flug. En það þarf töluvert vatn til að fiskur tolli á breiðina, næst engum nýfilegt, en flytur svo upp í Laxfoss. Þegar þú horfir á laxtaka, hvað heldur að laxinn sé að spá í? Þetta er oft erting, forvitni eða reiði. Agnir, þú sérð það fara fram fyrir fiskinn og viðbröðin eru önnur og... Ef maður sér laxtaka á annað borð, það er nú í fæstum tilvika sem sér fiskinn, hann er að taka. Það er mjög skemmtilegt og spennandi að sjá fisk taka agn. Jú, hann sýnir mikla grimmd og kraft, hann ræðist á bituna. Það er náttúrulega á sem þú ert búin að veiða árabil, þú þekkir bústara hvern stein og veist nákvæmlega hvar fiskurinn heldur sig. Jú, það er sakar náttúrulega ekki að sjá hvar fiskurinn er. Þú ert ekki að veiða á dauðu vatni eða þú ert búin að sjá fisk á svæðinu. En svo er það ákvæmlega misjafnt hvað menn sjá fisk vel. Þetta kemur upp í vana eins og hver önnur æfing. Þetta með að sjá fisk í vatni, Þórarinn, í svona hvítu vatni, það er æfing líka eða hvað? Já, það er það. Nú eins og þarna í Strengjunum, það er erfitt að sjá fiskinn í fossandi vatninu, hvítfrissinu.
en það einhver tilbrigði, litartilbrigði í ánni sem öðruvísi en þú átt að venjast kannski, blámi, skuggi og þá lærir að greina fiskinn þar. Laxfossinn Laxfoss í Laxárkjósar, sömulegis mjög góður og djöfull veiðistæður. Hann yfirleitt veiddur meira að sunnan, en nú orðið veitt með 5 stöngum, sem sagt á besta tíma. Það þarf til laxinn að dreifa sig meira upp ána og þá er veitt á 2 stöngum, á 2 stangir í Laxfossi. 1 stöng sem sagt höfð norðan og önnur að sunnan. En við sjáum að þetta ekki langur spotti frá Laxfossi og niður að sjó. Þarna nóg að gera fyrir 5 stangir. Alveg sem sagt út allan júlímánuð. Og það breyttust mjög aðstæður. Það var byggður laxastígi fyrir þó nokkuð mörgum árum. Það mann reyndar eftir hvað langt síðan, ekki nákvæmlega. Í Laxfoss. Og eftir það hefur laxinn náð að dreifa sér mikið fyrr upp ána og alla á. Og ef að í þurrkasumrum þá þetta oft kraðak af laxi frá Laxfossi og alveg niður að brú út allan júlí og langt fram í ágústmánuð. Ég þurfti hann að bíða eftir haustrýningum til að komast vel upp. Og fyrir ofan Laxfoss þá eru veiðistæðirnir gisnari en er hún jafn skemmtileg áin? Já, það er hún að mínu mati. Og miðsvæði það er geysilega skemmtilegir, þar eru geysilega skemmtilegir flugveiðistæðir, hylur við hyl. Og þarna er flugan notuð rétt fyrir neðan Laxfoss. Já. Stekkur þarna? Já, þetta er yfirleitt mikið af laxi þarna. Annars er ekki vatnið það mikið. Þessi mynd er tekin að fiskur sé á breiðunni, sem við sjáum þarna rétt grilla í vinstra myndhorninu. Og þar stekkur hann einmitt. Fer hann upp, talar laxastigann þarna, en fer hann upp sjálfan fossinn líka? Já. Og þá suðurfossinn. Það þarf aðeins meira vatn til að fara með fossinn. Nú, við förum ekki mikið ofar í sjálfri Laxánni núna, endur hérna við Laxfossin, en það er bugð að við ætlum aðeins að kíkja á og þá efra svæðið, svona efstir hlutin. Það þekktasti veiðistæðurinn í Bugðu er tvímeralaust Hornheiluri. Rétt ofan við veginn og ferði yfir ána játtuna Meðalfellsvatni og þar sem áin beygir síðan til vinstri. Og þarna gengur lax upp strax snemma í júní. Mátti alveg eins búast við þarna í opnuninni strax 10. júní að veiða þarna lax og þá yfirleitt vænan fisk. Og síðan fyllist þetta bókstaflega af laxi. Og menn fá þarna, ég veit til dæmis á þegar útlendingar eru við veiðar þarna þá plantað þarna einu manni og veiðir þarna bókstaflega 6 tíma. Stendur þarna bókstaflega alla vaktina við veiðar og veiðir hýrur og virðist fyllilega þola það. Já, Bugða á sama vatnasvæði en allt öðruvísi á heldur en Laxáin. Svona rólindislegri þessi á. Já, það menn eftir að gera meira því að fá sér göngutúr frá
Hornhýl og niður eftir. Já, hann mjög fjölbreytileg á þessu svæði. Það góðir hyljir og töluvert af laxi. Þetta einn af þessum góðu hyljum? Já, það má segja að Hornhýlurinn kraumi af laxi þegar líða tekur á júlímánuð. Mjög mikið fiskimaxi safnast þarna saman. Og þetta einhver skemmtilegur hylur að veiða á flugu. Þetta veiðna beggja vegna frá. Við sjáum veiðimennum þar sem það stendur þarna utan í barðinu, kastar niður í strengjun og lætur síðan fluguna bera rólega út í lygnuna. Þar tekur fiskunum oftast. Út í lygnunni? Já, merkilegt nokk. Svo sem hylurinn sömuleiðis vetur mikið hægra megin frá og þá meira við streng endan. Þessi strengurinn endar út í hylinn. Þetta að hún skuli ekki hafa verið veidd á þessu svæði, hvers vegna þetta áhugaleysi á bugðu hafði lagsáin bara yfirhöndina hjá mönnum? Ég held að sé mest það ekki hægt að fara á bíl allar götur niður með ánni. Það ekki bílfært með svona hálfa leið og menn þurfa þá að leggja á sig að ganga restina og það margir sem nenni því þá ekki. Ég held að það sé nú höfuð ástæðan. Svo hún sömuleiðis, hún vandveidd áinn, neðri parturinn. Það þarf að fara þar mjög varlega. Þetta svona bakkahyljur og strengir sem það þarf að umgangast með mikilli varúð. Þá skil ég hvað að meina líka með hún sem skemmtilega. Hún svona óuppgötuð að sömu leyti. Já, hún ákvarlega viðkvæm. Það gefur henni vissulega sinn sjarma. Fyrir nokkrum árum síðan þá var gildra í ári, þannig að laxinn var talinn upp í vatnið og þá nýttust efri svæði bugðu miklu betur. Það eins og þau þurrkist bókstaflega þurrkist upp af laxi, gengur allir upp í með laxa. Já, það vantar ekki fjölbreytnina á þessu tiltölulega litla svæði. Nei, það mjög viðburðarík áin frá byrjun til enda má segja. Það hérna í Róluhautum sem við yfirgefum Laxá í Kjós og Bugðu og Meðafellsvatn með Óskari Matthíasinni, stráknum sem að situr hérna 2 silunga í poka. Á áraðarlega eftir að gera það gott á þessu svæði. Hann byrjaði vel þennan sama dag, fekk hann Maríulaxinn. Við kveðjum þá Laxá í Kjós að sinni og væntanlega eftir að skoða hana og Bugðu betur við annað tækifæri.